Já, komið þið sæl og velkomin í Kaldapottin, einaferðin enn. En að þessu sinni engin annar en Valdimar Fluring gestur minn í þættinum. Velkomin, Valdimar. Takk að þér. Gaman að sjá þig. Já, Skar. Alltaf fallegur. Já. Ha. Já, sömuleiðis. Þú ert nú ekki ljótur sjálfur. Nei, takk fyrir það. Ég var vona á myndi segja. Og til hamingju með þetta hús. Takk fyrir það. Fallegt hús, Gamlaborg. Já, akkurat svona. Og andarnir. Svona hús sem hann myndi vilja eiga sjálfur. Ég trúi því. Það segir allt. Ég veist, ef það er eitthvað sem hann myndi sjálfur, þá þýðir það þér gengur vel. Nákvæmlega. Takk fyrir það. Já, þetta er allt vel meint, sko. Þetta er ekki öfund. Það getur verið lýst yfir ánægju sinni, yfir því, velgengni annarra. Án þess að séu öðrum. Nákvæmlega. Við erum konið svo langt, Valdi. Ég heyri það núna. Já. En mér langar að spyrja, sko, ef að setja hatta á þig, þá er ansi margir hattar sem hafa verið á þér. Já. Leikari, Já. Þú varst að módelstarfast einhvern tímann. Já, það er náttúrulega bara eitthvað svona. Skíðakennsla og túristgæting, frontmaður í hljómsveit. Já. Það er brjálað að gera. Svo ég skrifa líka. Það var einn að skrifa eitthvað. Margir hattar. Já, margir hattar. Fjölgryndur maður. Bara eitthvað sem maður hefur bara komið til mín, sko. Bara með svona, með tímanum, sko. Já, ofsalega erfitt með að, þú veist, setjast einhverstað niður og stoppa einhverstað og vera bara það. Eins og í leikhúsinu. Ég var þar í 23 ár og maður gerði svo sem ekkert annað á meðan. Og þú veist, maður gat ekki gert þetta með mér, maður var bara busy, bara allan daginn og all kvöld og allar helgar og allt, sko. En mér leið svona, eftir ákveðin tíma, ég var komin á einhvern stað og mér fannst ekki almennilega verið að gerast, sko. Og mér fannst þróunin ekki vera þannig að, mér fannst þetta ekki beint einhvern veginn, eins og maður skilgreinir það, sko, ég vaknaði ekki beint á morgnana með svona, yes! Hugafæri. Já, eins og núna þegar þegar ég til dæmis búin að vera á æfingum í hljómsveitinni minni eða ef ég fæ svona akkúrat rétta gítarinn í hendurnar, sko, þú veist, þá spila ég kannski eitthvað eða spila með hljómsveitinni og svo þegar æfingin er búin þá ég segja mér langar ekki til að deyja. Mér langar ekki það, mér langar eitthvað sérstaklega mikið til að deyja, það er alls ekki, sko, en bara mér langar alls ekki til að deyja, mér langar til þess að fara heim fíla mig aðeins og gera þetta aftur. Þannig á manni nefnilega alltaf að líða í líf. Ég held að það sé lífsókn. Hvað er það? Og ef maður finnur það ekki bara svona í svona bara reglulegu lífinu sem þá verður maður bara að leita betur. Já, og þú segir reglulegu lífi, þannig að þú ert með marga hatta og reglulegt lífi er náttúrulega kannski ekki alveg hefðbundið snið. 1000 Óskar á færibandi. Já, það er bara þannig. Og ég bara leiði mér að vera þar. Ég bara, þú veist, sko, það er líka þetta er náttúrulega sköpun. Og lífið fyrir mér er bara sköpun að skapa. Þú veist, þú verður að gera alls konar hluti og láta ekki, þú veist, vinsældir eða eitthvað svoleiðis flækjast fyrir sig. Ekki vera að láta það segja þér hvað þú átt að vera. Vertu bara þú sjálfur og reyndu að skapa sjálfnaði út frá því sem að hjartaði sig að gera. Og ég hef reynt að vera því svona eins mikið trúr eins og mér hefur tekist, það er ekki alltaf, ég vil ekki henni það alveg, eins og Bubbi segir, sko, þú veist að hér komum við að harða húfið. Já, og svo erum við öll að böglast með einhvers konar ego. Já, það er nú málið, sko. Sem oft fælist fyrir fótunum á okkur. Já. En svona, bara fyrsta nafnin, Fluring. Já. Hvernig, er þetta ættarnafn? Já, þetta er ættarnafn. Þetta kemur hingað til Íslands, aldamótin 1900. Þetta er sem sagt langafi minn, Ágúst Theodor Fluring, og hann er sá fyrsti. Hann er svona stórvisi í útgerðarbransanum. Fyrir Hafnarfirði og er sá fyrsti sem kemur eiginlega með þilskip, var með tórsörunum og þessum köllum eftir á svona svipuðum tíma.
pabbi hans Þórður og bjó upp á Fiskilæk á Mýrum og á einhverju tímabili þá ákveður hann að fara til Danmerkur að læra, ég veit ekki hvort það var seglasömmur eða kirkjasmiði nema það hafi verið hvorutveggja og hann lærir hjá einhverjum sem heitir Ágúst Theodor Flýring og sá gamli Daniel deyja þegar að strákurinn er að klára námið sitt og sem sagt biður hann að ef hann eignist son á Íslandi og það til Íslands og eignist son að hann skýra hann í höfuð á sig og það þessi langaðu mynd og hann eignast 11 börn sinni konu, Ágúst, og þar byrjaði þetta allt saman. Já. Og hann bjó í Hafnarfirði og það svo gaf hann því að núna á Selfossi og bjó í svona æðislega flottu húsi þarna niður á, niður á Eyrin eiginlega, en neðst niður það sem að Hansen er og það. Það var svo rifið, það var hérna Hótel Björnin á sín tíma og svo var það rifið, fallegt hús, en nú er bara endursmiðað með Selfossi. Já, í nýja miðbæ? Já, það er húsið með turni. Já, það er húsið sem hann bjóði. Það er náttúrulega 11, sko, það er náttúrulega að byrja bara. Þannig Flýring er ættarnafn. Það er ættarnafn. Það er ekki einhver son og eftir því að dóttir. Nei, en svo getur maður náttúrulega alveg sagt, sko, hvað erum við að gera með eitthvað danskt ættarnafn eða einhverju allt annari ætt og eitthvað bla bla, skilur mig. Þetta var cool. Ég meina, ég gæti alveg verið Örn Þórarinsson, sko. Já. Þess vegna, ég veist það ekkert slæmt nafn heldur, sko. Það er bara rosa fínt nafn. Já, það er líka rosa fínt nafn, sko. En ég held að bara, maður skilgreinist, kannski skilgreinir maður sig svolítið út frá eigin nafni. Eins og til dæmis með börnin manns, það er svo erfitt að þegar maður er að ákveða nafn á barni sín. Já. Þá verður maður einhvern veginn að kynnast barninu. Já. Þú veist, þú getur ekki ákveðið það fyrirfram. Þú verður að sjá hvernig barnið er. Nákvæmlega. Og svo er það líka annað sem að ég hef svolítið velt vöngum yfir í gegnum árin, er það að spegillin okkar er nafnið okkar. Ég hef það líka, já. Ef þú heitir Elva Dögg, það er ekki hægt að segja það nema að vera bleikur. Já. Að karakterinn mótast af speglinum og þú verður bleikur karakter og heitir Elva Dögg. Ég held að það hafi áhrif á því. Í staðan verið Þorgríma skilur. Já. Það er öðruvísi. Skilaboðin eru hljóðfallið. Já. Skilaboðin eru hljóðfallið og þetta er náttúrulega umhverfið er allt að móta þig allan tíman, sko. Það er það, sko. Og ég held að sé líka bara fallegt að maður renni svolítið saman við umhverfið. En þá þarf maður líka að passa sér stundum á því að velja sér umhverfið. Já. Ef maður er í stöðu til að velja. Já, ef maður er í stöðu til að velja. Já. Ég meina, núna er maður alltaf að leita meira og meira út í náttúruna. Já. Hún er svona nærandi, sko. Og ég held að við séum loksins núna, bara sem Íslingar, svolítið að fatta náttúruna. Ég held að túristarnir hafa svolítið sýnt okkur hvað hún er verðmætt. Já. Og hvað þetta er uník sem við höfum. Já, og ég held að það sé líka bara eins og ég upplifi túrismann, svona jákvæðasti punkturinn. Finnst mér vera þegar ég get sýnt fólki eitthvað sem að það kannski, þú veist, átti ekki von á því að sjá, kann eiginlega ekki að umgangast en sér galdurinn í náttúrunni, skilur. Það er fólk sem er kannski alið upp inn í stórborg og búið að vera þar alltaf sem næði. Það skilur ekki náttúruna. Svo kemur það út í náttúruna og það sér eitthvað og það bara, það missir bara andan þegar það meðtekur. Það finnst mér vera svolítið kannski okkar svona skylda á Íslandi að geta uppfrætt heiminn á þennan hátt gildi villra náttúru. Því að án hennar er þetta ekki til. Það kemur allt frá náttúrunni. Já, við erum bara partur af þessari náttúru. Við erum í raun og veru svo mörg á jörðinni sem er ekki gott. Við erum að verða svolítið eins og krabbamein á jörðinni. Jörðin er, sko, lífkerfið er að reyna að losa sig við okkur. Það er að gera það stuð í stuð. Já, það er bara þannig. Það er allar þess að plára og allt þetta bara til þess að minnka. Við erum ómikið álag. Sko, lífkerfi getur alveg verið til mjög vel án okkar. Við erum engin faktor í þessu. Myndið þrífast vel. Myndið þrífast vel. Og það er það sem að lífkerfið er að finna. Ok, þannig er eitthvað partur af lífkerfinu sem er í raun og veru að skemma út frá sér. Við þarfum að lofna það. Og ef við hegðum okkur ekki gagnvart því, þá bara deyjum út.
Svo fundum við pensilínnið og svo var læknastéttirnar. Við berjumst. Lífaldurinn okkar alltaf að hækka. En vonandi líka meðvitundin það að mikilvægi þessar kerfis. Já, við göngum þess að jörð okkar bara með virðing og kærleik. Já. Það er alveg grunnskilur. Það er alveg grunnskilur. Ég meina, hún fæðir okkur á klæðir. Og gleymir því svo. Það er hún sem er númer 1. Já, hún er númer 1. Já, mér finnst það svolítið eins og þarna í myndina strax virkjanirnar. Íslenski Andri. Já. Rithöfundur. Já, hvað heitir hún aftur? Ég skiptir ekki máli. Rókland. Nei, það er Hallgrímur Helgason. Það var Hallgrímur Helgason. Það var hann. Þetta var þarna það sem hann talaði virkjandar og allt þetta og gerði myndina líka. Já, ég man eftir henni. Ég man bara ekki hvað hann heitir, akkurat, núna. En þar situr gamli forstjórinn á Landsvirkjun, fullorðinn karl, flottur karl, og örgulega mjög klár og bara flottur maður, En þetta er þessi tími, þetta er fullorðinn maður, við ætlum ekki sem 13 eða eitthvað. Og hann segir það bara blákalt í þessu, við eigum bara að nota eins mikið af náttúrunni eins og mögulega getum. Og við eigum bara að gera allt sem þetta við. Við eigum ekki að pæli nefn afleiðingum af því að hann segir þetta bara. Þetta er bara hugarfar. En þetta er líka hugarfar. Þetta er deyjandi hugarfar. Já, en þetta er líka hugarfar sem kom þegar að þú veist, við vorum ekki með skip til þess að, þú veist, fiska allan fiskin. Nei, við fengum Marshall-aðstoð til 1976. Við vorum svo vanþróað land. Það er 76. Það var þó lengi, þannig að við vorum bara litið okkur sem þriðja heimsland. Það var svo mikið fátækt. Já. Og það eimir ennþá þessari fátækt. Já, það er ennblá maður. Og við munum þetta aðeins sem eru konar aðeins og aldur. Já. Veist, við fengum Marshall-aðstoð. Já, það var Marshall-aðstoð 76. Já, það var þetta í 76. Já. Og þá tók við bara rússaviðskipti og skipta á lötum og fiski og bensíni og svona. En allt öðru. Akkur tengið þið við Vestfirði? Ég er ættað á Vestfirði. Ertu Ísfirðingur í grunninn? Móðurætti mín, hún er að vestan, sem sagt amma í móðurætt. Þau voru fyrir vestan. Og ég á alveg fólk þar, og þar er í raun og veru, eins og ég upplýði það. Og þar er í raun og veru svona svolítið tengingin við leikhúsi. Fólkið mitt var þar mikið í leikhúsi til dæmis. Og til dæmis Sigrún Magnúsdóttir, ég var nú bara að tala um hana mömmu mína í gær þetta. Sigrún Magnúsdóttir er óperettusöngkona, það er sem sagt foreldrar ömmu minnar, sem sagt Magnús, pappinnar Sigrúnar, hann var sem sagt langafi minn þá, sem sagt bróðir ömmu minnar, sem sagt. Og þetta, sem sagt, þetta fólk er að vera í vestan, þetta er að Vigurætt og Arnardalsætt. Ég vil þetta góður. Eru kallar okkar aldrei konir alveg inn í... Nei, ég fekk að vita þetta í gær. Ég vissi eitthvað af þessari tengingu, en ekki svona nákvæmlega, en þarna kemur svona þetta listræna gen svolítið, sem að ég er mjög hamingjusamur með, ég átti dásamlega senu með henni, ömmu minni, svona mánum dó. Þannig á málmöxti, að ég hefði farið til Ameríku, ég hefði fengið grænakortið þarna, 94 eitthvað leis, 95, og ég fór til Ameríku með fjölskyldunum mín og langaði bara að tekka á þessu, að ég hafa fólk að tala með döðum mér, ég ætti nú að brjóða eitthvað og bla bla bla, því ég hefði verið að vinna að meina svona. Og fyrst ég fekk grænakortið þá brjóði ég, it's now or never, og þá bara fór ég og var hann bara í 7 mánuði og sem betur fyrir þá hafði ég vitað að ég kom tilbaka, þetta var ekki fyrir mig, mér langaði ekki til að vera, mér langaði ekki til að alveg börnum mín. Hvað varst að gera? Ég bara byrjaði að vinna þarna bara og ætlaði að reyna að fá mér agent og ég komst inn í SAG sem var Screen Actors Guild og svona og var komin með umboðsmann og svona eitthvað og svo bara einhvern veginn, mér fannst þetta bara vel og sikk samfélag.
og mér finnst þetta bara einhvern veginn að fara að börnin í þessu, mér langaði ekki til þess. Hvar í Bandaríkjunum? LA? Los Angeles. Já, en þar sem sagt kynntist ég Íslending sem var svona vinur minn og góður strákur. Hann var að taka upp hérna alls konar myndir og svona, var að vinna þarna með einhverju fólki og ég var eitthvað að hitta hann sem hann var að vinna og hérna og þá var hérna maður sem var að gera einhverju svona mynd og og það nú maður sem hafði skrifað handritið að 9,5 viku hérna, sem var svolítið svona hot mynd á sínum tíma. Salmon King heitir þessi kall og hérna, og hann horfir hvað, vitum við, hérna, ég get kannski nota því að það gera bíómynd, koma og pröfa að gera svona cold reading, eins og það heitir, þú veist, þá bara mæti maður og les bara upp einhver texta. Og ég hafði aldrei pröfað það, skilur, þannig ég alltaf til í allt, einu sinni á minnstu kosti. Og ég sagði bara, já, ég get alveg gett þetta, hérna 5 mínútur, held ég sem text eitthvað, og svo fór ég eitthvað og las eitthvað fyrir hann, það var alltaf bara eitthvað bullshit, sko. En ég gerði þetta eitthvað og yeah, we really love your voice og eitthvað bla 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 og eitthvað svona, svo fór ég að lesa handritið, þá var þetta svona eitthvað ljósblátt, sko. Og ég hafði engan áhuga á þessu og ég þurfti að hringja Gerir það niður þau? Já, nei, ég þurfti ekki að gera það, sko, en þú veist, það var hringt í mig sem sagt heim eftir þessa reading og mér var boðið hlutverkið. Ég sagði, ég þarf aðeins að pæla í þessu. Hringdi í Sigurinn Sighvats og spurði hvernig maður ætti að orða sig út úr þessu. Já, engan áhuga á þessu maður. Og hérna, og hann sagði bara, þú segir bara, it's too sexy for me. Hún skilur það alveg hvað að gera. Og ég sagði það bara, ég lík því ekki að ég hugsaði svona, þú veist, auðvitað hefði þetta verið einhverju peningur eitthvað bla bla bla, en þú veist, þetta bara að eiga einhverja mynd af sér í þessum aðstæðum, sko, fyrir utan það ég náttúrulega bara feiminn gaur, sko, ég raun og verið grunninn, þú veist, og þarna kæmi einhver mynd af mér í einhverju íslensku dagblaði og amma myndi sjá þetta, og eitthvað svona, þú veist, ég hugsa. Litla Ísland. Já, þú veist, maður hefur svona ákveðin svona prinsip í lífinu og þetta var svona eitt af því, láta ekki sjá mig einhverju, þú veist, að því hún svo yndisleg. Og mér fikk ég hjarta og hérna og yndisleg kona og allt er lega með það og svo bara ég sagði bara nei takk, svo komum við heim 7 mánuðum seinna og ég fór og heimsækja hana og hún tekur á móti mig alltaf og fagnandi og yndisleg og miklu betur sem hún já valdi minn sagði hún og hérna, heyrðu ég lenti nú aldrei í sig lukkupottinum fyrsta sem hún sagði henni ég sagði nú, hvað var það minn já, heldur ég ekki farið bara með eldri borgurum upp í Munaðarnes og við vorum settum upp leikrit. Nú, amma, var það, já. Já, og hvað heldur? Heldur ég hef ekki bara fengið að leika melluna? Þannig að amma var nú ekki meira forbúkur en það. En mér fannst þetta svo gaman, mér fannst þetta svo sætt. En ekki þar fyrir að ég hefði svo sem aldrei gert þetta, það var ekki það. Þetta var bara forvinnilegt. Það væri eflaust búið að draga þetta fram í sviðsljósið núna. Það væri búið að gera það. Valdimar Flugring hérna á slátrinu. Já. Ykkur stað. Jésus Kristur. Nei, ég get alveg viðurkennt það, mér datt ekki í hug eitt andartak að gera þetta. Það er alveg henni, sko. Veitu, þú ert leiklistskóla gengin. Já. Þarna varstu búin að útskrifa sem í leiklistin. Já, ég útskrifaðist 1986. Já, svo snemma? Já. Ok, svo voru gerðar hérna nokkra myndir, þú fokstrótt með Nonna. Já, með Nonna og alls konar, svo gjörðu sem var himni og það var fullt af myndum. Já. Ég man eftir þá í stórum atriðum í þessum myndum. Já. Svo var ég í leikhúsinu þess að milli bara, en þetta var náttúrulega svolítið svona. Var þetta ekki meira höstli í þá daga? Jú, þetta var allt öðruvísi heimur heldur en að meira í dag held ég, sko. Og þetta tenging við útlöndi eins og hún virðist vera svo auðveld í dag, sko. Það er náttúrulega engin vandi í fara einhver auditionir fyrir, sko, fyrir einhverja bíómyndir í dag og frá Íslandi og svo verður það að hafa umboðsmann og eitthvað svona, ég kann ekkert á þetta, sko. Þannig var þetta bara, til dæmis að ég fekk jobb út í Ameríku þarna að leika einhverju auglýsingu fyrir Calvin Klein og það var eitthvað svo fáránleg tengingin, sko, hvernig það gerðist. Okay. En toppið það, verið auglýsingu Calvin Klein? Já, toppið það. Já, það var mjög forvinnilegt og sérstaklega líka bara að fá kynnast þessu fólki. Það var þarna leikstjórinn þarna Richard Avedon sem nú einn af frægari svona ljósmyndunum bara í heiminn. Ég fekk að kynnast honum svona, hann leikstýrði þessu og við erum svona vinir. Þú veist, hann bauð mér í leikhús og við fórum út að borða og alls konar svona sem bara einhvern veginn. Svo gaman að sjá hvernig hann hugsaði.
hann var svo flottur einhvern veginn, bauga á honum og ég var stundum að horfa eitthvað með honum og svo bara gerðist eitthvað moment, sko, hann sagði, þá var ég búinn að sjá það líka, það var svo gaman að sjá það, sko, hvað hann sá einhvern veginn. Hann hleypti með þangað. Sans fyrir rammanum. Já, sans fyrir rammanum og sans fyrir þegar eitthvað spennandi var að gerast og hann gaf mér allar bækurna sína og já, það heima árið mjög flott að sko. Er hann til enn? Nei, hann dáinn fyrir kannski 15 ára síðan, 10-15 ára síðan. En svona bara alveg í kórið. Já. Ertu þá borgarbarn í grunninn? Já. Ég nú borgarbarn í grunninn, sko, alin upp bara í Álftamýrinni og bara Hálendisgörðinu og fram og svona eitthvað. En ég fór í sveit þegar ég var 12 ára og var þar í 3 sumur hjá Villa í Krossbæ. Þar verður til þessi stórkostlega náttúrupæling. Eða þú veist, þessi tenging mín við náttúrun. Hún verður til þarna og tengingin mín við fjöllin og náttúrulega Hornafjörður náttúrulega fegursta sveit í heimi, sko. Og mér finnst ég einhvern veginn svo mikið vera það en eitthvað, ég veit ekki, bara ef ég horfa á ljóðin mín þá er ég bara að tala fjöllin þar, sko. Þau eru bara þarna, þau eru bara í sálinna, menn þetta var ofsalega gott fólk. Ég tengdist þessu fólki bara mjög miklum vandum og dýrónum og öllu bara, og margan hátt, sko, ég hugsa mjög oft það, ef ég hef orðið bóndi. Ok, þannig það var alveg í myndinni. Já, það var alveg vissulega í myndinni, en sko, ég var hérna 12, 13 og 14, svo verður maður 15 ára, svo er maður bara farin að vinna í einhverju gangstéttarsteypu og einhverju álverinu 16 ára og eitthvað. Stelpur og... Já, svo stelpurnar, sko, ég ætla... Hómsvesen. Já, þú vissi nákvæmlega hvað ég ætla að... Ég vissi allar að segja. Það sá það sem að gerist í svona strákum, sko, þú veist að það kemur að nákvæmlega ár sem að þú verður alveg klikkaður í hausnum, sko. Já, það er bara engin heima. Nei, það er bara engin heima. Það er bara þannig, sko. Og ég átti dálítið svona duglegt svona tímabil. Það sem að það var eiginlega engin heima hjá mér fyrir bara 10-15 árum setna, eða 10-12 árum setna, kannski. Þegar maður svona raknaði upp í það að ég ætla ekki að vera kona. Það sem þetta er ræðinu. Það var ekki fræðilegt. Það var ekki gott líf. Þannig þú varst bara almennu störfum bara svona fram eftir. Já. Hvað kom til og valdi leiklisskólann? Það var nú, sko, það er nú dálítið góð punktur. Það var, sko, það er náttúrulega ábyggilega til eitthvað djúp sálarlegt, sko, að vera að fara í hlutverk, og þú veist, og vera trúðurinn og þetta allt saman og eitthvað svona. En ég man alltaf þegar ég var eitthvað svona 12 ára gamall eða 11-12 ára gamall í Álftamýrskóla, þá skrifuðu einhverjir krakkar í bekknum leikrit og við lékum leikrit. Leikriti gerðist í kennarastofu eða kennslustofu og ég átti að leika svona pöru bilding, þú veist. Og ég gerði það, skilur og mér þótti þetta gaman og það var svo eftirminnilegt að þegar við vorum að leika þetta þá kom yfirkennarinn til mig, Sverrir, sagði Valdimar, þetta var flott. Og þessi maður er alveg stórkostlegur, var alveg stórkostlegur. Við hittum hann bara einhvern reunioni fyrir 3-4 mánuðum síðan, bara skömmu áður en hann dó. Hann vissi öll á hann. Hann hafði fylgt með okkur öll. Já, ok. Frábær maður og hann var svo hjartahlýr og bara, hann horfði í augun á manni og sagði þetta, við gleymum aldrei. Þetta var eiginlega eina hrósið sem ég fekk, bara úr grunnskólakerfum. Úr grunnskólakerfum. Ég var alinn upp í svona, þú veist, ég meina einelti. Það hafi ekki orð. Það var bara viðurkennt. Það var ekki til orðið einelti. Þú veist, kennararnir lögðu einstaklinga í bekknum í einelti og við þurftum að horfa upp á þetta. Þú veist, þetta er umhverfið sem að maður kom úr. Það var ekkert alls slæmt og maður er þakkláttur fyrir mjög margt. En það voru mjög ljótir hlutir í gangi þetta líka. Sem að ég held að margir okkar hafa bara, fullt af fólki hefur bara kannski ekki einu svona ennþá jafn að segja.
Ég held í þá daga hafa nú ekkert allir komið heilir undan Nei. skólakerfinu. Nei, Og alls svo bætir við í jöfnuna kannski heimili sem brotið, sko. Nákvæmlega. Þannig að líkurnar á framtíð eru mjög litlar Nákvæmlega, á því heimili, sko. Nákvæmlega, og það er mjög líklegt að svoleiðis einstaklingur sem að gæti alveg svo verið ég, sko, myndi leiðast út í eitthvað mega rugl til þess að reyna í einhvers konar leita að einhverju lausn eða eitthvað. Eða fylla þetta tóm. Til þess að fylla tómi sem aldrei fyllist. Já. Og við gerum það. Við notum alls konar til þess, áfengi og vímugjafa, kynlíf og peninga og alls konar. Já. Að leita sjálfum okkur. Og getum líka, sko, orðið algjörlega lost í fíkninni. Því þú áttar þig ekki á því að það er fíkn. Þú veist, þú heldur þetta sé bara, eins og fyrsta skipti því ég drakk. Ég gleymi ekki, það er svona 14 ára eitthvað, 13-14 ára eitthvað. Drakk maður blindfull. Og þeir sögðu strákarnir sem var að drekka með þessu, sögðu svo aldrei að síðan með þessi, ég tók bara blöskun og þamba hann. Ég var alkoholisti frá fyrsta svop. Ég átti ekki séns. Hann rotaði mig leið hann saman. Og ég man alltaf eftir svona fyrst tilfinningin. Bara á þessu fylli. Bara af hverju eru ekki allir alltaf fullir? Þetta er svo æðislegt. Allir eru vinir og tengist öllu. Okkur eru ekki bara allir alltaf fullir. Þetta er alveg lógisk hugsun. Þetta er alveg lógisk hugsun. Já. Þetta var lausnin. Já. Þannig að þú hélst áfram að stunda þessa lausn. Ég hélt áfram að stunda þetta í einhver 14 árið. Duglegur? Já. En sko, það var svona á milli, þetta var svona á mánaðabasis svona í gegnum tíðina svona unglingsárin, kannski meira. 16 ára þá kynntist maður aðeins hassi, 17 ára eitthvað svoleiðis, svo fór það að koma meira inn í þetta, svo sprakk þetta alveg út svona upp á 20, sko. Og þá átti maður ansi gott tíma fyrir alveg þangað til að maður hætti bara þegar maður var 20. Það var allt í boði. Það var allt í boði, sko, já. Og ég var náttúrulega leika mikið álag. Og ég er alveg furðulegt hvað maður í raun og veru gat samt gert, sko, fyrir einhvern veginn. Það var alltaf sagt að leikarar og matreiðslumenn er alltaf fyllir í einhverju skrýtnum tímum. Já. Því þeir eru alltaf að vinna við hinir að skemmta sér, sko. Já. Og sjómenn kom í land bara einhvern tímann. Og þetta er nú meiri fyllibitturnar þessi sjómenn, þeir eru alltaf fullir. Já, þeir voru fullir á mándi. Þetta voru 12 tímanir sem þeir átt. En þú komst þér inn í leiklistarskólann. Ég kom inn í leiklistarskólann. Já. Góður. Ég kom inn í leiklistarskólann og hafði bara mjög gaman að því, sko. Það er svo skrítið með lífið þegar það færi manni svona einhverja hluti. Ef maður er opinn fyrir því, þá svona leiðist maður einhvern veginn áfram. Og sérstaklega kannski svona sveimhugin eins og maður þegar maður er í svona fulltunar lífi. Stundum hrapar maður ofan á eitthvað, sko, og maður veit ekki alveg hvaðan ákvörðunin kemur, en það virðist vera að maður sé samt alltaf í einhverju tengingu við sjálfið í manni. Og ef maður hlustar á það, hún Tjekkó sem sagði þetta, Tjekkó sagði, sko, hann orðaði þetta afslulega, hann sagði, sko, en í hverjum einasta manni, í hverju einustu mannsku, er örlítill og lág tónn. Og ef að þú getur náð svona mikil innri ró, það sem að þú heyrir þennan tón og lætur það sem að þú gerir í lífinu harmonera við þann tón, þá verður hann. Ef þú heyrir tónin. Já, ég meina, þú verður að geta heyrt tónin, skilur. Þú verður að hafa í öllum hávaðanum. Í öllum hávaðanum, sko, og það er einhvern veginn eins og maður hafi nú náð því stundum, sko. Já. Ég komst í leiklistarskólann og við fyrstu tilraun. Og svo tók við bara leiklistar tímabil. Já, svo tók við bara, þú veist, ég útskrifaðist bara daginn eftir var ég kominn bara á æfingu í leikhúsunum og svo bara bíómyndir og rosa mikið að gera, sko, fyrstu 5-6 árin, sko. Þá breyttist þetta. Þá
tekur Stefán Baldursson við Þjóðleikhúsinu og það kemur þarna mjög sterkur árgangur sem eru Ingvar og Balti og þeir koma út þarna og þeir fá svona alveg ekstra áherslu hjá Stebba sko. Hann reynda bauð mér að taka þátt í þessum tíma en ég svona einhvern veginn, þeir buðu mér líka þarna í Borgarleikhúsinu. Páll Baldvin og Sigurður Róars og mér einhvern veginn fannst eins og ef strákarnir væri komin inn til Stebba þá fannst mér einhvern veginn eins og ég ætti í raun og veru bara verið í Borgarleikhúsinu og bara halda það. Já, þú veist, það væri ekki rétt að það væru allir einhvern veginn á sama staðum af hverju, kannski myndi ég fá betra tækifæri það en sko því miður það bara var það þannig að Borgarleikhúsið það var svolítið sérkjörnum stað þarna á þeim tíma. Það var eiginlega verið að reyna að reka atvinnuleikhús út frá lögum bara áhugamannaleikhús skilurum. Já. Þannig að þú veist ákvarðanirnar voru svo skrýtnar teknar og einhvern veginn svona yfirstjórnin var svo skrýtin og maður áttaði sig náttúrulega ekki á því þegar maður ákveður þetta. Og það tók man svolítið langan tíma að svona einhvern veginn átta sig á því að þarna voru svona, það var ekki beint verið að hugsa svona feril hjá leikara eða eitthvað svolítið sko. En ekki þar fyrir að, þú veist, ég fekk að leika fullt og frábært fólk hana innan og allt það, en kannski ekki alveg eins og svona eftir á hyggju hefði maður kannski þurft á einhver aðra halda, ég veit það ekki. En það náttúrulega ekkert sure thing í leikarastéttinni. Það ekki málið. Það ekkert sure sko. Funduð þar að fara að mála, fara að sjóin og gera túrista. Og það er ekki líka heldur eins og maður sé sko, eins og þetta sé eina í lífinu. Það er nefnilega málið. En það kannski, þegar maður leggur svona mikið metnað í það, maður nærir þetta í 4 ár, þetta er tölvöld erfitt nám, sko, mikið nám, og þá er maður svo óbóðslega fókuseraður á þetta, að maður sér ekkert annað, einhvern veginn. Og sko lífið stendur og fellur svolítið með einhvern veginn að ná árangri í þessu og ef að það er ekki, þá ertu bara í þunglindi og bara getur drepið þig, skilur mig eitthvað. Þú veist, en svo hausinn á mér er þannig að sko, ok, ég fór og gerði þetta og einbeitti mér að þessu í dálítið langan tíma og náði alveg þokkalega fínum árangri, ég hef gert bara góða hluti og Það fór gott orðað þér. Já, ég þakkaði fyrir það. Ég held það svona, allavega svona. Ég man þessa tíma vel, ég fylgdist með þér. Já, fór gott orðað þér. Já, ég held. Sá ég gera góða hluti. Já, frábært. Og bara, ég meina, ég lenti í síma bara ekkert fyrir svo mörgum árum síðan að það var, við vorum að veiða ég og strákurinn minn í Laxá í Aldæmi og Urðarsvæðinu. Ég stend þarna ekki niður á það var ekki æðislega falleg. Og þá heyri ég bara allt í einu kalla svona kyrrt sumarkvöld, kalla bara einhver, þetta ekki Valdimar Örn Fríðenring? Og ég jú, og ég held að hann alltaf að fara að reka mig á svæðinu, ég var eitthvað vitlaust svæðinu eitthvað, það var katt sem var semst á öðru svæði, og hann segir, jú, þetta er ég, jú, þakka þig fyrir rauðhærða riddarann. Sko, 20 árum seinna. Já, sérðu það? Já, fáði ég leik í rauðhærða riddarann. Þú verið mjög samfærandi riddarann. Í leiklistaskóla, í útskriftaverkefni. Þetta þótti mér alveg magna á þetta bara í vornótt. En hvernig, ég hjó eftir áðan og sagði og svo hættir þessu bullu öllu saman. Hvað var til þess hvað var svona klósurið á það? Að finnast brennivín og vímuefni góð? Hvað var til þess að steikst það skref? Já, sko, það er svolítið merkilegt vegna þess að ég held að ég hef alveg frá upphafi áttað mig á því að ég var alkohólist. Þetta var ekki þinn tilfelli? Nei, þetta var ekki minn tilfelli. Það var alveg sama hvað ég gerði. Ég réði aldrei við þetta.
þú veist, það var smá tími þegar maður gæti verið að reykja hass, það sem maður sá bara ekki eins mikið á manni, þú veist, eitthvað svona. Svo fór ég nú aldrei mikið út í önnur fíkniefni, sko, ekkert þannig. Ég meina, jú, maður tók svona amfetamín eða kókaín eða eitthvað, það var svona eitthvað nálægt manni, svo pröfaði maður aðeins sýru og eitthvað og svona sveppin og eitthvað eins og þetta var bara á þessum tíma. En það var aldrei samt svona eitthvað major, það var bara hassið einhvern veginn og svo það líka, það ákveð músík í hassinu. Það maður getur ekki neitað því. Að sko, svo þegar ég gat það ekki lengur, þegar, þú veist, bara paranoia var aðeins svona mikil, og þá fór ég bara meir í brennivínu aftur. En ég vissi það allan tíma, ég hassi væri raun og veru bara leið til þess að geta verið í vín án þess að verða bara draumur eða eitthvað skilur. Og svo bara... Varstu orðinn þungur? Já. Var sálin farin að segja? Já, ég var bara farin að hugsa, bara lá upp í rúmi, bara við sænginu yfir hausnum á mig bara þegar ég vaknaði á rotinu og bara þessum döðan, sko. Okay. Endanleika tilvörunar og hvað þetta væri allt tónlist og þú veist, allir sápakki bara. Já. Og það var ekki góð tilfinning, sko. Og svo vissi ég það líka, ef ég byrjaði að drekka, þá varði ég að drekka með döðan, sko. Ég gæti ekki sofna fyrir, sko. Nei. Og ef ég reykti, þá bara hausinn á mig sprakk bara bara einhverjum 1000 hugsanir á þennan hjartsláttur. Gat þetta ekki verið. Og svo var þarna strákur sem að, ég held að ég með nefna hann. Atli Bergmann. Við vorum svolítið mikið að sukka saman. Atli Bergmann, stórvinnur okkar beggja. Stórvinnur okkar beggja. Við vorum svolítið að sukka saman á þessum tíma þarna. Og hann var nú svona, eitthvað var þá hann kannski duglega en ég. Já. Þannig séð. Hann þótti ötull. Hann var ötull og hann er mikið góður drengur. Hann er það. Og svo bara allt í einu þá bara hverfur hann. Svo bara hann bara kominn bara í frakka og í bæ bara labbandi og bara flottur og ég sá hann svona eitthvað álendar og ég bara, hvað? Þá svona eitthvað, hvað kemur það? Hvað sem hann líður eitthvað pælið. Og bara tala um hann, sagði ég, bara fyrir þetta. Nú, hvað hann til að kíkja. Vissur það ekki að hafa það var til? Nei, ég vissi ekki á NA, sko. Og ég byrjaði að fara á NA-fundi með honum einhvern veginn. Svona aðeins, 2-3. Svo þurfti ég nú aðeins að halda áfram. Kynntist hann með konu sem svona gerði það verkum að það var ekki auðvelt að vera heitur ykkur mann. Ég sá þig alveg, sko, tafsa á orðanum. Þú þurfum ekki að velja þar. Það fór eitthvað í skurð. Já, það fór í skurð í svona 2 ár. Okay. Og þá fekk ég algjörlega nóg af því. Það bara, wow, sko. Það var eiginlega endurinn á öllu, sko. Það var bara, hingað. This is it, sko. Það bara, ég vil ekki sjá þetta lengur, sko. Og gat þetta ekki og bara, þetta var... Ég í raun og veru svo merkilegt með þetta, það alltaf, og þú veist alveg jafnvel og ég, alltaf þegar maður byrjar, þá heldur maður alltaf að maður sé að sigra heiminn. Svo kemur eitthvað stjórnleysi, og bara einhver geðveiki og maður veit ekkert hvað gerðist. Svo vaknar maður alltaf daginn eftir og maður hugsaði alltaf djöfull vonlaust. Djöfull þetta vonlaust, eða þú veist, maður veit hvað þetta var vitlaust og hvað maður var að gera sjálf. Svo kemur aftur vonlaust. Ég meina, þegar ég var í hvað mestri neyslu þá var ég að leika í degi vona. Eiginlega 5 eða 6 sinnum í viku hverju einasta kvöldi. Og púllaðir þetta samt? Ég púllaði þetta. En ég lofaði Guði því. Ég lofaði Guði, sko, alveg heitt. Í upphafið á hverju einustu sýningu, held ég nánast, að ef ég kæmist skamlust í gegnum sýninguna, og ég hætti þetta. Og tókst þér að púlla þetta alveg hnökralaust? Já. Og þess að bara dett út í salið eða? Já. Djöfull öflugur. Og einbeittur vilji. Já, svo bara kortið eftir að draga fyrir var ég komið tilbaka. Og ég þurfti alltaf að byrja að drekka það, svo bara 3 eða eitthvað, 4 eða eitthvað, þá fór ég bara og fann leigubíl og pantaði 1 eða 2 og fór með það bara heim, 1. Bara
dræg vodka og hún gæti líka drepist. Að því ég vissi ég átti sýningu daginn eftir, þá var ég kannski dauður svona 6-7 leitið eitthvað leis og vaknaði kannski 2-3. Og þú lékst þetta bara vik eftir vik? Vik eftir vik. Jöfisins Ennía. Ég bara gratulera með að lifa þetta af. Það er ekki margir sem búin að þetta. Já, þú veist, þetta var óhugulegt. Þetta var náttúrulega óhugulegt. Sko. Þegar maður fyrir að hugsa þetta var svo einmanalegt. Þetta var svo mikill ótti í þessu og bara kvíði og bara þunglindi djúpt. Sjálfsmyndin í mól. Sjálfsmyndin algjörlega í mól. Einhvern veginn hræðilegu tími, sko. Og það er til svona myndir úr þessum tíma hjá mér, sko, sem bara óþægilegt að horfa á. Og alveg bara, þú veist, þetta var svo hræðilega erfitt. Ég veit nú, svo bara fór maður í meðferðina og bara hefur gengið bara ofsalega vel, sko. Þú veist bara í eina meðferð? Segir sá sem margar. Nei, ég fór í eina, svo fór ég í svona svona stuðnings, já, þú veist, að því ég gat í raun og veru ekki, sko, einhvern veginn, svo þurfti ég að pröfa að drekka og þá var svolítið fríka, sko, eitthvað svona 10 ár, þá er ég komið sko krakka og allt, sko. Þá einhvern veginn fór ég að ímynda mér að ég gæti þetta, það bara verið svona eitthvað svona tánags, eitthvað. Þá ég get verið nú er ég allsettur fjölskyldufæði bara á mjög og flott og ég get örgulega fengið mig bara að byrja í glas. Það tók mér svo langt. Allt annars skur. Þá er ég komin inn á einhvern unglingaskemmtistað og raknaði við mér einhvers staðar inn á klósetti þar sem ég var að reyna að kaupa fíkniefni af einhverjum ungling. Jesus. Það var bannaðan að þáttunum. Þetta var ágjörn það að þessu. Satíran í þessu er samt svo yfirgengileg. Veistu það, ég fór alveg að kannast við svona, sko. Ég þori alveg að kannast við svona og ég ætla alltaf að reyna að vera eins heiðarlegur í mínu lífi eins og ég mögulega get, eins og ég mögulega man, eða þú veist. Ég get ekkert verið öðruvísi. Nákvæmlega. Ef ég ætla að fara eitthvað að reyna að ljúga einhverju eða eitthvað, ég þykist ekkert muna allt, sko. Það ger ég alls ekki. Og tilveran er líka mismunandi hjá öðrum. En sko, ef ég ætla að fara að reyna að ljúga einhverju, þá þarf ég að muna það og ég nenni því. Tómt vesen. Jú, tómt vesen. Það er miklu betra að koma bara til að vera eins og maður klæddur heldur og viðurkenna það að maður heldur ekki fullkominn, sko. Nei, það sem að sko okkar kynslóð, við erum á sama aldri, getur þakkað fyrir. Það var ekki komin eitt hálfnið þegar við vorum að skandalisera. Jesús minn ámáttu, þú fyrir ekki að dvelja lengur úr því. Nei, svo að segja þú. Ef sko, segjum nú sem svo að það væri til, þú veist, bara allt í henni kemur það í ljós að það væri til bara alls konar myndir af bara 90-sinu, skilur við mig. Bara frá 80 til 90. Ég meina, ég held að það séu allir sem eru ennþá á lífi á okkur. Við myndum bara, ég veit ekki hvað myndi gera, sko. Það voru alls konar hlutir í gangi. Bæði sem að var gert við okkur og sem að við gerðum aðra, sem að náttúrulega myndi vera stórmál í dag. Já, sem betur fer. Sem betur fer, sko. Sem betur fer. Já. Auðvitað viðurkenni ég það alveg, stundum finnst mér vera, sko, samtali vera eða sko mælirinn orðin ansi viðkvæmur stundum, sko. Við erum svolítið komin með heikvíslarna og kindlana. Já, og líka sko að lífið, ég held að sko maður þroskast svolítið mikið í gegnum erfiðleika, sko. Það er einhverju sem er að tala um það að þessi kynslóð núna sem að er svona að vaxa úr krassi, að sko við erum kannski fyrsta kynslóðin sem að við fengum mér nú almennilega éta bara finnilega. Já. Foreldrar okkar voru kannski ekki endilega það, sko. Þau vildi bara gefa okkur almennt að borða og núna eru sko börnin okkar eða svo kynslóð að það er þessi kynslóð sem að við vildum bara halda í svona andlegum bómur, sko. Þau þurfa ekki að, þau geta verið heima hjá pappa og mömmu alveg þangað til þau verða sko 30. Þangað til þau klára bara háskólan svo allt lífið verði bara svona einhvern veginn silkið, sko.
En svo ekkert garantí fyrir því. Það ekkert garantí fyrir því, en það held ég líka sko að persónuleikarnir, þeir skerpast og litirnir skerpast í ákveðnu mótlæti. Það verður til sköpunin, það til vonin, af því að það líka til sko óvonin, eða þú veist ekki vonin. Hún líka til það, þess vegna til von. Það verður aldrei til ást eða ekki til hatur. Þetta kallar alltaf á hvort annað. Svo verður maður að velja. Það það sem við þurfum að kunna að gera og það það sem að lífið þarf að kenna okkur. En þú veist, ef maður bara í einhverju bómull og maður lendir aldrei í neinu og allt einhvern veginn hugsa fyrir mann og svo bara eignast maður íbúða því foreldrarnir voru bara fjárfest í þessu með manni og eitthvað svona og þú veist, og skrúa saman í húsgögnu með manni og eitthvað svona, þá bara... Á einu stað þetta pínu útópískt, þessi hugmyndafræði, veist, ég á börn og barnabörn og hvernig þetta svolítið bómullað. Já. En sko, ég get ekki dottið á hjólinu fyrir börnin mín, sko. Þau verða bara sjálf að detta á hjólinu. Já, þau verða bara sjálf að detta. Þau verða bara að hlaupa vegginn og við erum alltaf að taka veggina lengra og lengra frá. Ég veit það. Þessari kynslóð. Ég veit það. Við lærum ekki að mistökum annar. Nei. Og við erum líka alltaf tilbúin til að hlaupa inn. Leið og eitthvað vandamál kemur upp, þá hlaupum við inn til að redda. Leyfðu þeim að finna út af þessu sjálf. Nákvæmlega. Ég meina, ef að dekkið springur á bílnum sem strákurinn á, þá fer ég ekki og honum Breiðholt eitthvað til þess að vesenast í þessu með honum. Hann þarf bara að gjöra svo að finna út úr því sjálfur, það bara gott fyrir hann. Vegna þess að, þú veist, hann geti lent í því einhverstaðar upp á fjöllum eða einhverstaðar það sem að þetta virkilega erfitt að eiga við þetta. Og þá enginn til þess að bjarga það er miklu betra að gera þetta þó í öruggum aðstæðum og ég er að tala þetta sko sem dæmi, ekki sem sko svona myndlíking sko. En svo það þannig að sko ég veit að kynslóð dagsins það bara googlað, það bara allt sem ákveðin sjálfsbjarga viðleitni, það að googla skiptum dekk á Toyota og leita svo appinu til að gera það. Já. Og það virkar ekki. Það fara út og gera þetta maðurni, sko. Já. Þau læra þetta sem á saman. Ég held samt að okkar kynslóðir hafa orðið fullorðin á einum stað. Já. Mjög hratt. Já. En óbóðslega misþroska. Já. Við vorum í fyrirmyndir sem voru naglanir á sjónum og mammainn á heimilinu og allt þetta. Þetta voru svo miklu kontrastar í þessum lífstíl. Já. Að við vissum aldrei almennilega hvar við áttum að stíga. Já. Og líka það, sem lenti í skemmtilegu argumentum daginn. Ég held að konur í dag, nú eins og þátturinn snúist mig, en þetta allt mig. Við erum eitt. Já, að konur í dag eiga miklu auðveldara með að finna út hvenær þær verða fullorðnar. Hvenær hættir að vera stúlka og verður kona. Já. Það er 40 ára kvennabarátta og það breytast í vextinum og einhvern veginn og það er eitthvað sem er kannski ultimate statement í orðin kona. Við strákarnir urðum alltaf eftir í öllu þessu díalógi. Við urðum bara einhvern veginn svolítið segir og bökkuðum svolítið inn í skuggan og látum lítið fyrir okkur fara. Sem dæmi þetta var akkurat umræða sem áttum fyrir þáttinn. Hvar kommentir á Facebook þegar þú verður hvítið miðaldra kallinn og veist ekki neitt. Já, sko, það er líka vegna þess og ákvarð þetta sem að þú sér, sko, í náttúrunni og í gegnum allt, þá kallmenn disposable. Þú bara ferð og sefur á stelpunum, gerir hann ófríska og eftir það ertu bara of no use. Bara fellur hornin. Já, bara í náttúrunni. Þá getur þess vegna bara það skjóta. Það náttúruvalið, sko. Konan hins vegar bara móðir alls. Og lífi getur ekki haldið áfram nema hún verði áfram til. Þannig að hún miklu fylltari vera. Við erum bara eins og svona aggressívar sæðisfrumur að reyna að tróða okkur einhvers staðar inn, sko. Svo þegar það búið, þá megum við fara. Og það svolítið svoleiðis með kallmenn. Við erum opbóðslega lost á margan átt, sérstaklega til dæmis eins og núna, eins og þetta segja.
Ég meina, Hvenær hætti drengur að vera drengur og verður fullorðinn? Hvað gerist? já, það er einhverju fletir kannski í honum sem að þú getur sagt, ok, hann verður fullorðinn þarna, en svo eru aðrir fletir í honum sem eru mjög misþroskað. Ég er 64 á og ég er ekki alveg með á hreinu ennþá hvort þessi orðin karlmaður. Nei, mér finnst ég segi alveg sama eins og þú. Ég veit ekki alveg, svo er ég að reyna að lesa í það sem ég er að gera. Segir það mér að ég sé orðin fullorðinn karlmaður? Nei, það gerir það ekki, Ég meina, ég er bara ennþá að gera í raun og veru það sama og ég var að gera þegar ég var 15 ára. Ég er ennþá að spila á gítar og búa til músík. Og í sambærilegum fötum. Í sambærilegum fötum. Ég líka. Já, og er að keyra á móturhjóli, og eitthvað svona. En, þú veist, ef ég hef gaman að því, og það veitir mér einhver svona upplifun og mér finnst þetta skemmtilegt, af hverju ætti ég þá að hætta því? Nákvæmlega. Okkur á ég að ákveða það eitthvað að nei, það er fullorðin manneskja hegða sér ekki svona. Hvað er það? Það er í raun og veru, það er vönun, það er hefting á frelsi að hugsa þannig. En maður á bara að leyfa sér að hugsa það sem maður er að hugsa og meðan maður gengur ekki á rétt annarra með það, þá hefur maður fullkomin rétt á því að vera þannig. Nákvæmlega. Ég klappaði upp. Í alvöru talað. Það er þannig, það er það lífsmotto sem ég hef. Ég geri bara hvað djöfulinn sem ég geri, svo framalega sem ég meiði ekki af. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Þess vegna fer ég bara sloppnum út í búð ef því ég er að skipta. Þannig að ég er ekkert að væpa. Það er enginn sem getur sagt okkur neitt en fyrst út kann það að vera fullorðinn. Sem er fallegt orð. Nei, kannski er það ákvörðat það. Þú verður fullorðinn. Þegar þú ákveður að vera bara, þegar þú fattar það, að þú ert bara, ég er bara að gera það sem ég er að gera og það er á meðan að ég veð ekki yfir einhverja aðra, þá má ég bara alveg gera þetta. Meðan ég er ekki að eyðileggja náttúruna eða, þú veist, eyðileggja lífkerfið eða, þú veist, að vaða yfir rétt annara, þá hef ég bara alveg rétt til að gera þetta. Og ég þarf ekki að spyrja neitt af því. Þú veist, og það er kannski ekki á því að vera þetta. Ef ég tæki eigin líf, þá er ég með aðra. Já. Ég hef ekki lifið til þess. Nei. En þetta orði í sjálfu sér að vera full orðin. Það er að vera orðin í smikið manneskja. Ég pröfaði það einu sinni. En svo hægt er. Ég reyndi að fremja sjálfsmorð. Já, ok. Þegar ég var lítill strákur. Svona bara ungur maður. Ungur strákur, já. Ég pröfaði það. Þegar ég var, það var heimilisaldi hjá mig gat verið stundum einu, og það var nú bara út á sjúkdómi og hérna sem við komum spáðið þetta gengur ég og ég var með leiðilla og einhvern tíma þá pröfaði ég bara við vorum að leika okkur á þessu krakkarnir að kirkja okkur og fá vímútur þannig byrjaði til dæmis veikt og það er ennþá verið að gera þetta og svo einhvern tíma þá var ég eitthvað reiður út í foreldrar minna út af einhvern og ég valði snúru utan á hálsunum og mér að vatnum og ég veit ekki hvað gerist en systir mín og hún segi, ég veit ekki okkur ég gerði það segir systir mín, hún var í herbygginu við mér hún fór út úr herbygginu sínu og sparkaði upp hurðinni ég er búin að læsa hún sparkaði upp hurðinni og reif þetta af hálsunum á henni og hún sagði meðvitund? Já, meðvitund og hún sagði, ég heyrði aldrei neitt ég bara fór og gerði þetta. Ég veit ekki af hverju ég gerði þetta. Hún var svona tengt. Segðu svo að lífið sé óvart. Já, nákvæmlega. Og hún næri þessu að og hugsaði reitt í sambandi við þetta. Ég er kannski ekki svona 10-11 plus. Það sprungum mér augun. Það voru rauð, og ég var allir doppur. Og það bara náði til degja, mjög náði til degja. Móðir mín hringir upp á slysavörðum og segir frá þessu. Hvað er þetta að byrja við þessu? Jón Lýsi. Vonum hann gerir þetta ekki aftur. Við erum komið lengri í dag. Ég meina, hugsaði. Þetta er svakalegt. Já. Þetta er svakalegt. Sérðu vanlíðina hjá barni? Enginn kveikt á neinu. Nei. Ekkert ekki. Þetta er svolítið broken home syndrome.
Já. acting out sem að sleppir nú aðeins. Já. Svona, En ég meina, þetta líka eitt af því sem að, sko, ég sagði þessu sögu við líffræðikennarinn minn, fallega konu í MH. Og hún sagði, hefur þið gengið eitthvað út í skóla? Ég sagði, nei, það ekki, ég er alveg hérna. En ég meina, ég veist mér ekki áhuga á hálfum, ekki það? Þú ert allavega með afsökun. Þú ert allavega með afsökun. var vel samkeppnin. Það var öll samkeppnin. Ég held að hún hefði ekki vitað hvernig hún átt að bregðast við svona upplýsingum. Ég held að viti það enginn, ég meina. Nei, svo kunnum við það ekki. Við kunnum það ekki einu svona skilur. Við verðum kjánaleg þegar við fórum þetta allt saman partur á þessu sama. Þetta partur á þessari sögu sem að ber með sér. Þetta parturinn af bakpókanu sem að ber með sér. Allt það sem að maður hefur gert öðrum og allt það sem aðrir hafa gert manni. En maður lifði það af. Og ef maður hefur gert einhvern tímann einhverjum eitthvað, þá maður svo sannarlega, finnst manni það leiðilegt, en það var svo margt sem að gerði það verkum að maður var staddur á þeim stað. Nákvæmlega. Og það ekkert við því að segja eftir á sem betur fyrir að bara sluppa allir á lífi. Og ég meina fullt að ógeði sem að maður sjálfur lenti í og var frá öðrum sem að maður löngu búin að fyrirgefa og maður ekkert að hugsa það einu sinni, skilur það. Nei. Maður misti aleiguna í hruninu, 2007. Það var bara piece of cake við hliðina á öllu því sem maður hafði upplifað. Það var bara einhvern veginn, já, ok, er ekki aftókað, já, ok, so what? Já, þetta bara eitthvað síntöl, skilur, þetta bara eitthvað lögfræðingaspjall, sko, sem bara eitthvað, já, right. En þannig náttúrulega orðin áfallastuðl sem orðið svolítið hár, sko. Já. Þú veist, ég fór líka gegn hrunnið og það hafði nú ekki sérstök áhrif á mig og einhverjir bílar færu og eitthvað svona dót. Ég meina það. Þannig áfallastuðl var mjög hár. Já. En að því ég veit að við erum farin að sigla á seinnipartinn í þessu spjall okkar sem búið að vera mjög skemmtilegt. Gaman að vera með þér. Hvernig leggst þetta í því í dag? Hvernig sjálfsmyndin okkar Íslendinga? Hvernig birtist hún þín? Hvernig sérðu? Þetta stóra spurningin. Já, ég upplifi að við séum þjóð sem erum í raun og veru alveg rosalega óskipulögð og kontrólslaus einhvern veginn. Það bæði kostur og galli. Það nefnilega málum. Einu stað það krútlegt. Sko. Já. Sko við erum náttúrulega í grunninn erum við uppskeru þjóð, uppskeru fólk. Fólki sem að lifði af hérna, það var fólki sem gæti farið og gett unnið sko sólarhringum saman við að bjarga sér. Og núna í dag erum við ennþá með þetta hugafar. Og við erum líka eitthvað saman. Fara á vertíð. Já, þú veist, en við erum eitthvað sambland af sko þessu stjórnleysi. Og svo erum við eitthvað sambland af einhverju svona hálfgerðir minnimáttakennd, sko, gagvart, þú veist, við erum svona einhver nýlenda, þú veist, eins og með Danina, hvernig, þú veist, og við finnum alltaf einhvern veginn fyrir því. Alltaf við tölum Danmörku eitthvað, það svona, já, gamla herra þjóðin, eða eitthvað skilur, eitthvað svona. Þannig að það nú gaman að því, örstuð saga, ég var einhvern veginn, ég var að túristast með einhvern danskan blaðamann hérna. Og þau komið hérna í kjölfar hundsins og mjög fínt fólk og skemmtilegt sko, góður kall sko, blaðamaður og politikan kom hérna með fjölskyldunum síðan til að kynna sér ástandið og sjá svona og skrifa svona einhverja grein í politikunum sko, og hérna og við förum á svona hundasleða. Þau fara á hundasleða og ég veið bara eftir einn og svo alltaf á pælið og hún fara nokkuð sem á hundasleða með eitthvað fólk og alltaf fyrir danskir krakkar í kringum hund, þannig ég skildi aldrei í þessu. Stóð þarna þessi strákar hérna og þau eru farin í ferðina og spjalla með hann. Við erum úti. Þá segir hann, já það nú bara vegna þess að hundarnir sem kom hérna fyrst, svona fyrir 2 kynslóðum síðan eða svo, þeir voru aldrei upp af danska hernum í Grænlandi. Og það þurfti danskur hermaður að koma og tala við á dansku. Og síðan komu krakkarnir, sko, viljið ekki eyða 3 vikum á Íslandi og svona, ævintýri eitthvað, bla bla bla, jú, og svo voru bara alltaf danskir krakkar sem komu og syntu þessum hundum. Og ennþá tölum við dönsku þess að hunda. Svona, já, ok. Er það í alvöru? Það var allavega þá. Heyrðu, svo koma þau tilbaka og svo erum við að keyra í bæinn
og svona þögn í bílnum og þá segir þessi skemmtilegi Dani. Við tölum saman ensku. Valdi. Why do you speak Danish to the dogs? Og ég svona, we always speak Danish to dogs. Þetta væri ekki jólakort, já. Hann fattaði náttúrulega skilur, það var ekki það, en það var eins og þetta væri svona að þetta lifir í þjóðarsögunum. Þarna væri svona kickback Já. sem að enginn vissi skilur, það væri svona leyndamálið okkar að við tölum dönsku við hundan. Ég fá útráðs fyrir þetta í handbolta og fótbolta. Við verðum að vinna Dani sem skýt sem röstir. Það getur vel verið að þið getið unnið okkur 14-2 en við tölum dönsku við hundana. Þetta var svolítið skemmtileg. Fór þetta í greinina? Nei, hann reyndar ekki. Hann ekki þurfa að setja inn. Nei, en hann skrifaði samt, sko, það var svolítið fyndið, þá sagði hann, já, hann hár og myndarlegur gæt sem var svona multitalent og eitthvað fór eitthvað að lýsa mér og ég bara sá hann mig svona. Ég held að hann hafi verið eitthvað að skálda, ég veit það ekki, mér fannst það bara svo fyndið þegar aðrir fara að tala um hann, einhvern veginn, þegar einhverjir aðrir fara að tala um mig einhvern veginn í þriðju persónu og maður bara eitthvað, kem ég svona fyrir eða eitthvað skilur, einhvern veginn. Auðvitað, það böggar mann ekkert, skilur, og yfirleitt þetta nú bara vel meint, sko. Reyndar lenti ég nú í þeim daginn, það var einhver svona, að ég að fara að vinna í Langá, með konu minni, og þá kom einhver póstur, það var kall sem ég var búin að vera að rífast aðeins við, sem að hann nú ekki alveg í lagi, sko. Og bara, hvað, þeir að ráða einhverja fyllibittu sem kann ekki að veiða í Langá, og svo einhver hlæju kall, sko. Heyrðu, ég sá þetta á einhverju Facebook-þræði. Það var ógeðslega fyndið. Varst það þú sem sagt? Já, það var ég. Og svo ég postaði þessu bara. Ég sagði bara frá því að við hjónin værum að fara að vinna í Langá og ég væri bara djúpt snortin yfir þeim heiðri sem að er auðsýnt. En það, eins og skrifaði ég líka, það er greinilegt að maður er að gera eitthvað rétt þegar maður fær svona ummæli. Nákvæmlega. En svona lokamaldi, hvernig leggst í þig samfélag okkar, svona börnin okkar taki við þessu og barnabörnin? Eru við á réttri siglingu? Já. Er það ánægð með ríkisstjórnina? Nei, Jesus Christ. Það er alveg nýr þáttur. Það er alveg bara, þú veist, mér finnst sko fyrirgefðu, já, svo er upp með fyrirgefu henni Katrínu Jakobsdóttur, þessi flotta kona. Hún skildi hafa bara farið í þetta, sko. Egoð hennar var stærri nesja eitthvað mér fannst hún á svikið mér finnst það, ég tekja ekki neitt en var alltaf respekt fyrir henni en ég mist þá respekt. Það er einhvern veginn eins og það verði alltaf allt sjálfstæðisflokknum til bjargar. Hann er vinnað. Þú veist, fylgir hreinur af vinstri-grænum en það er bara sjálfstæðisflokkurinn heldur sín. Það er einhvern veginn og það er eins og þeir vita alltaf hvað þeir að gera. Fyrirgefðu, mér finnst það algjörlega absúrt þegar það er svona flokkur sem er með sitt 25% fasta fylgi og við erum að tala um lýðræðissamfélag og við erum að tala um meirihlutastjórn en það skuli alltaf vera þessi flokkur sem er kjarnin í þessu. Það er ekki lýðræði. Það er ekki lýðræði að helmingur þjóðarinnar sé aldrei með málsvara. Það er ekki lýðræði og nota bene, sko hægri stefna yfirleitt hefur aldrei nokkuð tíman, kannski ekki vinstri heldur en ég veit ekki, það hefur bara ekki reynt nógu mikið á það, en hægri stefna hefur aldrei og kapitalismi yfirleitt, þeir standa aldrei við gerða samninga. Munnlegir samningar er ekki samningar fyrir þeim. Þeir segja eitthvað, svo þegar á hólminu komið og þú ert búin að gera þitt þá bara, þú veist, þeir muni ekki eftir ég hafa sagt eitthvað eða eitthvað. Þetta eru æruleysi menn. Já, en það sem kapitalismi fann upp var konseptið hagvöxtur. Já. Og mér finnst að við þurfum að fara að skilgreina hagvöxt upp á nýtt. Þeir eru líka farnir að gera það. Já. Sem betur fyrr. Með gildi móður náttúrunnar í því konsepti. Það er verið að fara að gera það. Það er verið að gera það. Þeir eru byrjaðir að skoða það að það verður að setja eitthvað annað inn í þessa hagvaxtarpælingu heldur en
Þetta er bara nákvæmlega eins og með verðbólgu, af hverju fasteignaverðin í verðbólgu? Þetta er fáránlegt. Já, akkur erum við með sér gjaldmiðil, fljótandi gjaldmiðil á heimsvísu og við förum eins og rússi bara upp og niður. Valdimar, við erum alveg hérna, þetta er alveg efni í næsta. Þetta er framhaldsþáttur. Þetta var skemmtilegt, það var gaman að kynnast þér, bara taka Jesú eitt að lokum. Þú fórst í guðfræði, ég verð að koma þess að. Eitt af guðfræði. Hvað var það? Rosa gaman. Mér fannst að, ég sko, þetta er náttúrulega teater. Það er það, the performance. Mér fannst bara þessi leit mannsandans að einhverju æðra, einhverju sem þú kallar æðra. Það fannst mér vera svo forvitnileg. Svo reyndar örfáum árum seinna, þá sagði ég úr kirkjunni og gekk í ásatrúarsöfnuði. En nota bene, eftir ég gerði það, þá fann ég loksins fyrir að ég væri kristinn. Sko siðferðið í mér er kristinn, skilur. En ásatrúin hefur mjög stífan ég veit það, en þú fattar hvað ég á við. Að ég yfirgef kirkjuna sem að maður í raun og veru er skyldur til að ganga inn í eða er plataði til að ganga inn í, hvernig sem það er. Svo er maður ósáttur við allt sem maður sér þar í raun og veru. Svo finnst manni það forvitnileg saga því þetta er alltaf leit mannsandans að Guði sem er alveg stórkostleg saga og horfa á það í gegnum árhundruðin er alveg stórkostlegt hvernig við höfum þroskast sem manneskja og hvernig þetta fylgir bara umhverfinu okkar og náttúrunni og öllu því sem við erum að gera. Alltaf þessi leit að Guði, skilurðu mig. En svo fann ég það að ég gat ekki lengur verið inn í þessu, skilurðu. Ég bara yfirgaf kirkjuna og mér fannst svo falleg allt ritualið í ásatrúarsöfnuðinni. Mér fannst það svo falleg, mér fannst þetta svo rétt. Og þetta mattsar við allt sem er að gerast, skilur mig, nema það að ég drep þig ekki, skilur við eitthvað svona. Það er ekki það sem ég er að pæli, heldur, en þá fann ég það samt inn í mér að ég væri alin upp með sko kristilegt viðhorf gagnvart náunganum og það er kjarni kristninnar í raun og veru. Það er frumkristni. Já, en í frumkristni var náttúrulega margir guðir og það var Java sem var guð að herska á astur sem að sagði að þið skulle ekki eiga aðra guði en mig, þannig byrjaði ballið. Já, þannig byrjaði ballið. Það er alltaf svoleiðis. Það er alltaf svoleiðis. Það er einhver sem startar balli og svo endar þetta alltaf með skelfingu og fyllir í. Já, af því það getur bara verið einn. Já. Valdimar, gott að sjá. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og bara þið sem heima sittið, eða hvar sem þið sittið, fylgist með næstu viku, tökum annan kaldabot. Takk fyrir.